Það Guðbrandur, þið eru fljótir að handsala samning samstarf þessara þriggja flokka. Það er bein leið, Frjálst afl og Samfylkingin. Já, við töldum það rétt í svona kjölfarið á þessari niðurstöðu að þessi öfl myndu tala saman og það var bara strax ljóst að það var vilji frá öllum þessum aðilum að reyna þetta og við erum bara full vilja til þess að fara í þetta verkefni og ætlum okkur að halda ótrúlega áfram í því. Niðurstaðan sýndi það að fólk vildi breytingar og við ætlum að reyna að fylgja þeim eftir. Það sást að þið voru að spjalla saman með þess að bara strax á kosninganótt? Já, við erum búin að ræða saman í alla þessa kosningabaráttu. Við ætluðum að fara í samstarfi við aðra flokka og þannig að við bara höfum talað saman alla kosningabaráttuna. Þú náttúrulega ánægður með ykkar kosningu? Mjög. Þetta er alveg með ólíkindum að við skildum fara úr engu í þetta og með lítið fjármagn á bak við okkur og lítinn hóp í sjálfu sér og það er bara frábært að hafa náð þessum árangri. Gunnar Þórarinsson, gastu ímyndaðir þetta þegar þú fórst í sérframboð og nokkrum vikum setna myndur þú standa hér með þeim og mynda nýjan meirihluta eða nýtt samstarf eins og þið kallið það? Nei, mig grunar þetta sumir sögðu þetta hefði verið 50 skað að fara í þetta og þetta hefur gerst mjög rætt. Við stofnuðum flokkinn fyrir rétt tæpum 2 mánuðum síðan eða flokkinn framboðið vil ég segja og við höfum auðvitað unnið alveg sleitulaust að þessu, að ná þessum árangri og ég vil bara þakka mínu fólki sem með mér á listanum og þeir sem vann fyrir okkur kærlega fyrir það sem að þau hafa afrekað en ekki síður kjósendur sem kusu okkur. Við horfum fram á það núna að það vil breytingar þetta fólk, kjósendurnir vilja breytingar og það var eðlilegt framhald af kosningunum að tala saman þessi 3 flokkar og við sjáum til hvað kemur út af því. Ég held að við höfum bara allir fullan huga á því að ná vel saman í þessu og ég held að það muni leiða til farsælla lausna fyrir bæjarbúa. Hvernig var svo kosningakvöldið? Þið voru fyrst inni með einn mann og svo datt önnur manneska inn hjá ykkur. Það var rosalega spennandi og mikill fögnuður þegar úrslitin urðu kunn. Það var bara allt vitlaust hérna, allir trilltir. Kemur mikið af nýju fólki inn í nýja bæjarstjórn? Já, þetta er endur nýjun á bæjarstjórn nánast. Það eru 3, 4, ég man ekki hvað það eru margir sem eru ennþá. Friðjón, hvað ætlið þið að gera? Búið til betri bæ. Við erum búin að stefna þessu núna í langan tíma og það eru 24 ár síðan að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki við stjórn. Þetta er mikil tíðindi. Hver verða svona ykkar fyrstu verk? Eitthvað hafið þið verið að semja þegar þið hittist strax og gerið með ykkur samkomulag? Við vorum eiginlega allir á sömu línunni alla baráttuna. Það er rekstur og stjórnsýslan sem við ætlum að byrja að taka á og gera úttekt á því og við munum síðan auglýsa til bæjarstjóra og síðan munum við gera átak í atvinnumálum. Þetta eru fyrstu 3 punktarnir sem við förum í og við erum þegar að byrja að skoða öll þau mál. Hvernig er staðið að gerð málefna samnings þegar þið komið svona saman? Munið þið vinna í því næstu daga og vikur? Já, við áherslupunktarnir eru mjög líkir hjá okkur og ég held að þetta taki ekki langa tíma að klára. Það er svona mikið formsatriðum, skipi nefndir og annað slíkt og við gefum okkur nokkra mánuð til þess að stilla bæinn af og setja okkur marka á hlutuna hérna. Er hægt að spyrja til dæmis, þið búin að skipta með ykkur embættum eins og forseta, formanni bæjarráðs og slíkt? Nei, við erum ekki gert það og við erum bara búin að ákveða það að vinna í sátt og samlyndi og ég verðilega að ítreka það að það er mikil vilji og samræði á milli okkar og við kvíðum ekki þessu. Þetta er aukaatriði. Ertu sammála því, Gunnar? Já, hvað að segja, ég er bara sammála þessu. Guðbrandur, þú koma aftur inn í bæjarstjórn, þú hættir síðast, skildu leiðir hjá þér og Friðjóni, bara sættir? Já, auðvitað eru sættir. Málefni skipta okkur máli og persónuleikendur þeir skipta ekki máli þessu. Við ætlum bara að reyna að efla bæinn okkar og við erum bara sammála að það verk og ætlum bara einhenda okkur í það. Það sem gerist í fortíðinni, það er búið spil. Við höldum áfram bara ótrauð.
Þið talið að skoða fjármálin. Hvernig heldur að þið muni gera það? Já, við þurfum bara að fá ráðgjöf í því og það eru til einstaklingar og fyrirtæki sem að sérhafa sig í slíkum hlutum og við munum bara leita eftir aðstoð slíkra aðila til þess að sjá hvernig þetta lítur allt saman út og síðan munum við bara ákveða framhaldið þegar sú ráðgjöf liggur fyrir. Verður ekkert vandamál að raða niður embættunum ef við getum orðað á þannig? Nei, ég er nú ekkert að hugsa um embætti. Mér finnst það bara í sjálfu sér ekki skipta máli. Heldur það bara að við komum að gagni. Það er það sem að skipti máli. Hitt í aukaatriði. Hverjir spila þessa nótuna eða hina. Þegar við komum saman þá á þetta að vera flott verk. Ég sé oddvita Framsóknarflokksins koma hérna Gunnar, hvað er hann að gera hér? Já, við erum bara að kynna málin í raun og veru, hvernig staðan er og langar til að tala við hann og sjá hvaða viðhorf hann hefur til þessara mála sem við erum að velta fyrir okkur. Það er auðvitað nauðsynlegt að það myndist ákveðin samstaða í bæjarstjórninni, ekki bara milli okkar, heldur allara, það að ná fram ákveðinum breytingum hérna til þess að koma okkur út úr þessu skuldafeni sem við erum í. Þannig að við getum farið að veita betri þjónustu fyrir íbúana og lækka segi ég jafnvel útsvar og annað slíkt. Gjöldin á bæjarbúa minnki. Og hlakka til, Fríðan? Þetta verður bara gaman. Við erum sáttir við menn og málefni og ég verð að taka undir orð þeirra beggja hérna félaga minna að þetta voru góðir, þetta eru nýjir hópar, nýtt fólk og mikil sátt og ég er endalaust þakklátur fyrir stuðningi sem við fengið.